Já, venni 3-2 tap gegn Leikni fyrstu viðbrögð. Þetta bara eins og alltaf, svekktur að tapa. Þið voru betri fyrstu 20 og voru að skapa ykkur betri færi, heldur betur í boltan. Hvað gerist þetta fyrsta markið? Af hverju skoraðir 3 mörk á 6 mínútum? Fótboltinn skrýtin skepna. Þetta var ég er bara mjög ánægður með okkur hérna fyrsta kortur 20 mínúturnar. Bara frábær pressa, búin til fullt af stöðum og ágætis einhverja hálffæri og raun bara ekkert að frétta hjá Leikni á þeim tíma. Svona kannski svekkjandi að ná þá ekki að nýta sér þá yfirburði þarna fyrstu 20 með marki. Þannig að það virtist vera svolítið högg í magann að fá þetta fyrsta mark á sig og í raun og veru þessi kafli bara, þetta er raun og veru þessi kafli sem að gera út þennan leik fyrir okkur. Það er bara 3 mörk á 6 mínútum sem auðvitað sýnir bara hvað fótboltinn er magnaður. Það er fjall þeirra megin á þeim tíma og þá erum við skyndilega komin með bakið ekki bara fyrir vegg, heldur bara inn í eitthvað annað herbyggi sko. Þannig að við erum eyddum restina af hálfleiknum bara að ná jarðtengingu og svo bara höfðum menn trú á að reyna að koma sér aftur inn í þetta og bara stoltur á strákunum að búa til leik hérna í seinni hálfleik. Var eitthvað svo sagði við á hálfleiki minna að vita vissi náttúrulega fyrir leik að það væri að trú á ég myndi mistiga sig gegn Gróttu og hvað sagðir við á hálfleiki? Ég meina 1 mark allt til að koma tilbaka til það en 3 það er erfiðara. Já, ég meina skilaboðin voru nú aðalega sko, ég meina ef að Leikni getur skorað 3 mörk á 6 mínútum hérna þá bara hljótu við að geta gert það líka og eins og seinni hálfleikur æxlaðist þá hefðu við getað skorað svona 8 mörk skorum bara 2 en þetta var alveg moment fyrir okkar lið að bara kóðna og leggja árar í bát en það var alls ekki þannig bragur á liðinu í seinni hálfleik og við gerum auðvitað líka bara taktískar breytingar og auðvitað Leikni sem kannski slakað aðeins á með 300 fórustu þannig að við náðum alveg að taka leikinn alveg í okkar hendur stýra honum eiginlega frá til fengum okkur nokkrar skyndisóknir sem voru hættulegar en að öðru leyti erum við að stýra ferðinn og búa til hauga sénsum þannig að kredit á strákana að svona búa til leik úr þessu. Talaði að í hálfleik gerir taktískar breytingar, gerir þrefalda skiptingu og svo segir þið getur skorað 8 mörk, þið skoruðu 4 mörk. Viktor Andri skoraði 2 mörk sem voru bæðið enda að greiða, hann búinn að skora 1 mark í deildinni og ég held að hann hefði getað þrefalda markafjöldan hann í seinni hálfleik. Varstu ekki búinn að sjá meira af þessu í endursýningu? Ég hef ekki séð þetta sjálfur sko. Já, ég er nú ekki búinn að sjá fyrra skiptið en allavega seinna skiptið mjög tæpt. En ég bara skipti það ekki máli sko. Ég get ekki tuðað yfir því. Leikurinn fór 3-2 og því verður ekki breytt. En þú segir eins og með skiptingarnar, ég meina ég er að taka 3 menn út af í hálfleik sem allir stóðu sig bara vel eða ekki verri en aðrir og það var frábært að sjá liðið svona í heild sinni spýta í lófana og allavega enda þennan leik með reisn því þetta leit auðvitað ekki fallið út. Já, við erum náttúrulega enga að keppa núna eftir þennan leik nema bara stoltið í lokaleiknum. Hvernig meturðu það bara að við horfum til næsta tímabils? Hvað, ætlið að halda öllum leikmönnum eða? Já, langflestum. Við erum að byggja kjarna af ungum og efnilegum mönnum og eins og þetta lítur út núna, það eru flesti allir að halda hérna áfram. Ég get bara ekki beðið eftir að halda áfram með það og byrja nýtt sísón og reyna að taka liðið einu skrefi lengra. Takk fyrir þetta, gangi vel.